Komið sæl, gleðilegt ár og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Nú runnið upp nýtt ár og í lok janúar verður 1 ár síðan ég byrjaði að senda út vikulega þennan þátt heima með presti. Í dag nýársdag þemað í Jesú nafni á Guðs vegi. Lexían inniheldur hina drottinlegu blessun. Í pistlinum segir Pétur að Jesús sé sá sem að spámenn Guðs vitni og Guðspjallið segir að Jesús viti hvað í mönnum býr. Textarnir eru stuttir og ég mun lesa þá í heild og valin vers tengd efninu. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Lexían úr 4. Mósebók og hljóðar þannig. Drottinn talaði til Móse og sagði: Ávarpaðu Aron og syni hans og segðu: með þessum orðum skulu þið blessa Ísraels menn. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Þannig skulu þið leggja nafn mitt yfir Ísraels menn og ég mun blessa þá. Pistillinn úr Postulasögunni 10. kafla og hljóðar þannig. Og hann bauð okkur að predika fyrir alþjóð og vitna að hann sá sem Guð hefur skipað dómara, lifenda og dauðra. Honum bera allir spámennirnir vitni að sérhver sem trúir á hann fái vegna hans fyrirgefningu syndanna. Og Guðspjallið úr Jóhannesar Guðspjalli, 2. kafla og hljóðar þannig. Meðan hann var í Jerúsalem á páskahátíðinni fóru margir að trúa á hann því að þeir sáu þau tákn sem hann gerði. En Jesús gaf þeim ekki trúnað sinn því hann þekkti þá. Hann þurfti þess ekki að neinn bæri öðrum manni vitni. Hann vissi sjálfur hvað í manni býr. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þemað í dag í Jesú nafni á Guðs vegi. Blessunar orð lexíunar opinbera ást og umhyggju Guðs fyrir okkur. Móse, Aron og synir hans átt að blessa fólkið með þessum orðum og í hvert sinn sem hún flutt framlengist blessun Guðs til hlustenda. Blessunin borin áfram. Blessunin innifelur bæn til Guðs varðveislu, að Guð muni vera með okkur, við verðum undir hans náð og hann gefi okkur frið í hjarta. Þessi blessunar orð eiga alltaf við. Hver dagur getur byrjað og endað með þeim. Og í lok hverjar guðþjónustu fólkið blessað með þessum orðum sem veganesti út í vikuna. Við sem sækjum kirkju, lesum eða hlustum á orð Guðs og við höfum tekið ákvörðun að lifa í Jesú nafni og ganga á Guðs vegi, við þurfum næringu til að halda trúarljósinu lifandi, eins og segir í inngöngubæn kirkjunnar, til að taka framförum í kristilegu hugafari og líferni. Því að á öllum sviðum hægt að bæta sig. Áramót gera margir áheit að breyta lífstíl, ekki endilega trúarlega, heldur það oftast gert til að losna við ósiði, bæta sambönd eða heilsu. Fólk velur áramót vegna þess að nýtt ár boðar nýtt upphaf og vegna þess hver lífið hverfult og við erum sjálf brothætt, það býður hver dagur í raun og veru upp á nýtt upphaf, gefur nýtt tækifæri fyrir nýjan lífstíl. Í harmljóðunum stendur: náð drottins ekki þrotin. Miskunn hans ekki á enda, hún ný á hverjum morgni, mikil trúfesti þín.
Já, náð Guðs ný á hverjum morgni, á hverju augnabliki tækifæri til að byrja upp á nýtt, taka upp nýtt viðhorf, nýja stefnu, gera breytingar í lífinu. Bæði Jesús og Jóhannes skýrari kölluðu breytt hugafar sinnaskipti og það má segja að á síðustu áratugum hafi orðið ótrúlega breytingar í samskiptum manna með tilkomu samfélagsmiðla sem hafa áhrif á mat okkar og skoðanir, það þeir hafa valdið sinnaskiptum. Tæknin ekki alls slæm, reyndar hefur hún marga kosti. Ég nýti til dæmis YouTube fyrir boðun Guðs orðs og deili myndbandinu síðan yfir á Facebook og þaðan geta aðrir deilt því áfram. Og kostirnir eru að efni sem sett inn hægt að nálgast hvar sem í heiminum og hægt að sækja að nóttu sem degi. Nýjung í boðun nauðsynleg og hver tími verður að nýta þá tækni sem býðst til að koma boðskapnum áfram. Páll postuli útskýrir samhengið í Rómverjabréfinu þar sem hann segir: hvernig eiga menn að geta ákallað þann sem þeir trúa ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt um? Og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki? Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Boðun Guðs orðs grunnurinn að trúnni, því að sá sem heyrir ekki fagnaðarerindið mun hvorki koma til með að trúa á eða ákalla Guð. Og án boðunar mun þekkingin visna. Orð Guðs vegvísir, eins og segir í Sálmi 119. Þitt orð lampi fóta minna og ljós á vegi mínum. Spámenn Guðs voru í ólíkri aðstöðu þar sem þeir stóðu á strætum úti og torgum, en þeir voru óþreytandi í sinni boðun að vekja fólk til trúar á Guð. En ein rödd má sín ekki mikils ef hún fær hvorki hljómgrunn eða borin áfram. Til samanburðar má nefna að Greta Thunberg stóð út á götu í Svíþjóð og vakti athygli á loftslagsbreytingum. Fyrir 100 árum hefði heimurinn varla vitað af henni, en við lifum á tækniöld og máttur samfélagsmiðla mikill, fréttir berast hratt og áhrif þeirra á vald kemur nær samstundis fram. En máttur Guðs meiri. Þó spámenn Guðs hafi ekki haft þessa tækni, hefur Guð séð til þess að enn hafa orð spámannanna áhrif og enn bera þau boðskap, því enn eru þau borin áfram af predikurum heimsins. Á tölvumáli myndum við segja að boðskapnum hafi verið deilt. Eitt af því fyrsta sem Jesús sagði þegar hann byrjaði sitt starf var: takið sinnaskiptum. Og Páll postuli útskýrði að það væri að snúa sér til Guðs og sýna það í verki. En við erum ólík og sýnum trúna á ólíkan hátt. En umbreyting hjartans mikilvægust. Eins og við höfum svo oft heyrt, þá horfir Guð á hjarta. Og Jesús sagði að á kærleika okkar til náungans mun ekki bara Guð, heldur muna allir þekkja að við séum lærisveinar hans. Berum því elsku hver til annars svo að kærleikurinn breiðist út. Pistill dagsins tekin úr ræðu Péturs postula. Það segir hann meðal annars að Guð fer ekki í manngreinar álit. Hann tekur opnum örmum hverjum þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti, hverrar þjóðar sem Og Pétur heldur áfram. Hann, þar að segja Jesús, bauð okkur að predika fyrir alþjóð og vitna að hann sé sá sem Guð hefur skipað dómara, lifenda og dauðra.
Þetta er svipaður texti og við játum í trúarjátningunni. En Pétur leggur ekki áherslu á að vera dæmdur. Því postularnir eigi að predika að sérhver sem trúir á Jesú fái vegna hans, þar að segja Jesú, fyrirgefningu synda. Eins og segir í Jóhannesarguðspjalli, sá sem trúir á son Guðs dæmist ekki. Sá sem trúir fær nýtt upphaf í ríki Guðs. Já, þema í dag, nýjársdag, er í Jesú nafni á Guðs vegi. Og eins og ég nefndi í upphafi þá strengja margir heitum áramót að breytum lífstíl. Og fólk velur áramótin vegna þess að nýtt ár boðar nýtt upphaf. Það er tímamót. Harmljóðin sögðu okkur að náð Guðs er ný á hverjum degi. Og því er tækifæri á hverju augnabliki til að byrja upp á nýtt, gera breytingar í lífinu. Það er hægt að betrumbæta allt, líka trúarlífið. En kröfurnar og markmiðin verða að vera raunhæf, svo að við gefumst ekki upp. Í samfélagi okkar er fjöldinn allra reglum sem við reynum að halda. Guð biður okkur bara tvennt. Að elska hann og elska náungan. Og satt best að segja, þá eiga margir í mesta basli með það. Kannski vegna þess að við erum of hörð í skilgreiningunni á ást. Umhyggja og hjálpsemi eins og miskunnsami samverinn sýndi er það sem Guð vill sjá gagnvart náunganum. Að við hjálpum og viljum honum aðeins vel. Að hatur og ílska þrífist ekki hjá okkur og síðan að við varveitum og nærum hjartað með orði Guðs. Páll postuli skrifaði í Rómverjabréfinu að við þyrftum að játa með munninum og trúa í hjartanu að Jesús væri drottinn og þá myndum við hólpin verða. Og hann var þess fullviss að þá gæti ekkert gert okkur viðskila við kærleika Guðs. Já, Guð biður tvennt og Jesús sagði að gatan væri grýtt. Því hefur Guð blessað okkur með nýrri náð á hverjum degi. Blessanir hans ná út yfir allan heiminn og Guðspjallið sagði að Jesús þarf ekki annarra vitnisburði, hann veit hvað í okkur býr. Í Sálmi 18 stendur að vegur Guðs sé lýtalaus, orð drottins er hreint, skjöldur er hann öllum sem leita hælis hjá honum. Það er aldrei of seint að byrja nýtt líf með Guði. Enn er tækifæri að finna skjól í náð hans, leita hælis hjá honum og fá styrk af orðum hans. Jesaja skrifaði, þeir sem vona á drottinn fá nýjan kraft. Ég óska þér og fjölskyldu þinni, gleðilegs árs, blessunar Guðs og farsældar í leik og starfi á nýju ári. Drottinn blessi þig og varveiti þig, drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni, amen.